að taka svona 100 ára gamla teikningu sem er nú ekki barns síns tíma? Já, hún nefnilega fellur mjög vel að þörfum þingsins núna og mun falla ágætlega þessu umhverfi, verða mikil prýði á þessari byggingu og með því gefst líka arkitektum samtímans einstakt tækifæri til að vinna með Guðjóni Samúelssyni að því að teikna hús. Því að auðvitað mun þurfa að hanna ýmislegt í húsinu og tengibyggingar og slíkt. Þannig geta kynslóðir samtímans unnið með Guðjóni og fullveldis kynslóðinni að því að reisa þetta glæsilega hús. Are you crazy? Or just plain stupid? Stupid as stupid does, Mrs. Blue. I guess. Á þingskjali 586, tölulög 2, eru breytingartillögur við sundurlögin 2 frá meirihluta fjárlaganefndar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er hafin. Háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Róbert Marshall, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegur forseti, hér er greitt atkvæði þann lið sem varðar framkvæmdir á Alþingisreitnum og þær 75 milljónir sem ákveðið hefur verið að setja í byggingu sem rísa á að tillögu meirihluta fjárlaganefndar í anda teikninga frá Guðjóni Samúelssyni af heimavist 100 ára gömlum teikningum. Það er háðulegt fyrir meirihlutann hér í þinginu að ætla að samþykkja þetta. Fullkomlega háðulegt. Og ég eiginlega get varla staðið hérna inni fyrir kjánarhölli yfir þessu að menn skuli virkilega fara í gegnum þessi atkvæðagreiðslu og styðja þessi ósköp. Þetta er algjörlega ömurlegt. Þar fyrir utan að málaflokkurinn og málið sjálft hefur verið undir forsæti forsætisnefndar og því miður þá hefur frá því að þessi tillaga leit dagsins ljós ekki verið unnt að fjalla hana í hæstvirtri forsætisnefnd sem er vissulega full ástæða til að menn taki upp þessi skrýtnu vinnubrögð meirihluta fjárlaganefndar í þessum sem er auðvitað ættuð úr mjög skrýtnum hugarheimi hæstvirts forsætisráðherra. Háttvirtur 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Guðlaugur Þór Þórðarson, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegi forseti, það er nú engin ástæða fyrir háttvirta þingmenn að missa sig. Þetta eru 75 milljónir til að hefja ákveðna vegferð. Málið er svo sannarlega á forræði háttvirta forsætisnefndar og það er ekki verið að hanna eitt eða neitt hús hér með þessum 75 milljónum. Og eftir því sem ég best veit að þá er það nú líka bundið í lög að við þurfum að bjóða út bæði, ef af þessu verður, bæði hönnun og í talningu byggingu hússins. Þannig að ég held að menn er ekkert að lesa meiri í þetta heldur en svo og háttvirtur þingmaður Svandís Svavarsdóttir á bágt með sig eins og oft áður og það er eitthvað sem háttvirtur þingmaður þarf að eiga við sig en ég sé að sjálfsögðu já við þessu og málið er á forræði háttvirtrar forsætisnefndar og ég treysti henni til að vinna vel úr þessum málum. Háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ásta Guðrún Helgadóttir, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Já, virðulegi forseti, það er mjög athyglisvert að háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson segir að greinargerðin við meirihlutaálitið er að sér í raun og veru rangt. En það stendur hér orðrétt með leyfi forseta að við undirbúning framkvæmda skal hafa hliðsjón af þeim áformum sem uppi voru uppbyggingu Alþingisreitnum fullveldisárið 1918 samanber fyrirliggjandi teikningu Guðjóns Samúelssonar, fyrrverandi húsameistara ríkisins og áform minningarviðburði sem tengjast komandi aldarafmæli fullveldi Íslands. Þannig að mér þykir það mjög áhugavert að heyra það sem háttvirtur þingmaður sagði. Sömuleiðis verð ég náttúrulega vekja athygli á því að þarna er gróflega verið að vega að höfundarheiðri Guðjóns Samúelssonar með því að setja þetta í nútíma samhengi. Þetta er brot í raun og veru á höfundalögum. Þannig ef Alþingi vill halda áfram að gera það, þá bara gerum við svo vel. Háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Svandís Svavarsdóttir, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Já, forseti, ég vil bara þakka sérstaklega háttvirtum þingmanni Guðlaugi Þór Þórðarsyni fyrir hans atkvæðaskýringu hérna. Hún var bara mjög mikilvæg vegna þess að hún undirstrikaði það að hérna snýst það einhvers konar sáluhjálp fyrir enn eina dellu hugmynd hæstvirts forsætisráðherra að koma henni einhvers staðar á pappír og háttvirtir stjórnarþingmenn láta sig hafa það að greiða atkvæði með vitleysunni, en í raun og veru þá hafði þetta enga þýðingu. Og það hefur komið fram hér, það kom raunar fram hér hjá forsætisnefndarmanni í umræðunni
að það væri litið svo á að forsætisnefnd ætlaði ekkert mark að taka á þessum texta og það liggur þá fyrir, hv. þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson hefur staðfest þann skilning að þetta er bara sett fram sem svona stuðningur, svona andlegur stuðningur við delluhugmynd hæstv. Forsætisráðherra og það er því miður ekki í fyrsta skipti. En ég meina það stendur þarna og er í raun og veru meirihlutanum til háðungar. Hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Birgitta Jónsdóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu. Forseti, á maður að skilja það svo að það sem stendur í greinargerð meirihlutans hafi enga þýðingu. Það finnst mér mjög merkileg tíðindi. En ég mun nú leggja til, ég var að frétta það að húsnæði Hjálpræðissjóðsins væri að fara á markað, að þessar 75 milljónir eru það bara að nota til að niðurgreiða fyrstu borgun í því húsnæði og það væri bara öllu praktískara í staðinn fyrir að reyna að byggja upp hérna eitthvað hús byggt á teikningum frá því 1918. En mér finnst mjög alvarlegt og mér finnst að þingmenn meirihlutans ættu að hafa það í huga að hér er sett fram greinargerð, útskýrt hvað á að nota þessa peninga í sem eru á þessum útgjaldalið en síðan þýðir það bara ekki neitt og er ekkert að marka það. Þannig ég vona í það minnsta að hæstv. Forsætisnefnd taki þá bara ekkert mark á greinargerð fjárlaganefndar fjárlögin. Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Valgerður Bjarnadóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu. Afsakið. Háttvirtur 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Vilhjálmur Bjarnason gerir grein fyrir. Þetta er almennilegt. Breytingartillögurnar, atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillögurnar eru samþykktar með 33 atkvæðum gegn 2, 19 greiða ekki atkvæði.